Komiði sæl, gott fólk. Það klingja hérna aðeins í fallegum tón. Alltaf gott að róa taugakerfið. Aldrei of oft. Í þessum þætti núna þá ætla ég að spjalla andans mál og geðheilbrigði. Það er mér mjög hugleikið vegna þess að það er svo mikið felumál hérna á Íslandi. Ef við erum að tala geðheilbrigði, að þá er til ein lausn við því. Og það er bara að vakna snemma á morgnana, fara í sturtu, fara í ræktina, hreyfa sig og gera það sem læknirinn segir og svo kannski samt er allt í steik. Þunglyndi, kvíði, ofsóknaræði, alls konar andleg vanlíðan. Það er oft svona stimpil, svona sjúkdóma stimpla og svo eru gefin ákveðin lyf. Þetta lyf passa við þessu, þessu og svo er lyfin öll komin í kross og fitt og enginn veit neitt því að lyf fara líka oft í svona rugling. Þau krossa hvort annað og draga úr virkni eða eru jafnvel varasöm í of miklum skömmtum. Þannig að það er ekki nema kannski hluti af lausninni og stundum engin lausn. Það sem gleymist og það sem má ekki tala hérna í íslensku þjóðfélagi, það er andans mál. Hvernig geta andans mál hjálpað okkur, stutt okkur? Við erum jú andar, við erum spirit. Það er allt í kringum okkur spirit. Góðir og slæmir eða þung orka. Getum við sagt dimm orka, þung orka sem dregur okkur niður. Þannig að það eru það er eitthvað svona sem má ekki tala í háskólanum eða akademíunni og í sálfræðinámi. Það má ekki einu sinni minnast á orðið sál í sálfræðibókunum. Það er dálítið merkilegt. Þetta er bara hugur og líkami. Hvað er þessi sál? Á hverju skipta þá ekki nafn á þessari þessu starfsheiti sínu? Sálfræðingar. Hvað eiga þeir að fjalla annað sálina og hvernig hún vinnur með okkur? Ok, en hér eru allavega nokkrir sálfræðingar sem mig langar að benda á. Þessi heitir Robert Falconer og hann hefur skrifað bók sem heitir The Others Within Us. Hann er stórmerkilegur og hann er einn af kennurum mínum og bókin heitir The Others Within Us, Internal Family System, Purious Mind and Spirit Possession. Hann er þaulvanur þessi maður og þau ferðast við heim og gert ýmsar rannsóknir og er mikill vísindamaður, skrifað fjölda bóka undirmeðvitund okkar og utanaðkomandi spirit. Það vill meina það að heilinn á okkur sé gegndræpur, þangað kemst ýmislegt inn og út aftur og það sem að veikir kerfið okkar fyrir utanaðkomandi anda eða spirit, að það er ef að við höfum orðið fyrir áföllum og orkan okkar brotnar svolítið niður, orkuhjúpurinn okkar veikist, orkustöðvarnar okkar veikist og tíðnin okkar lækkar og það laðar að kannski dimmari orku sem gerir okkur svo veik. Og jafnvel getur komið fram í röddum eins og ég er ekki nógu góð, allir hata mig, enginn mun elska mig, ég þarf að verja mig. Og treysta engum, jafnvel beita ofbeldi gegn sjálfum sér eða öðrum. Hér er annar sem heitir Jerry Marcensky og er líka sálfræðingur og starfaði lengi á stærsta geðspítala Bandaríkjanna með veikustu sjúklingana. Og hann fór að taka eftir því að þetta voru eins og væri andar. Það væri bara utanaðkomandi orka, einhverja verur, beings í fólki. Fólk myndi oft ekki eftir því hvað það gert. Það var eins og stundum eitthvað tækið það bara yfir. Og það var oft þetta svona niðurrífandi öfl. Ég er ekki nógu góð, það er algengast. Ég er ekki nógu góð, ég er einskis verð, enginn getur elskað mig. Það kemur upp svakaleg reiði og vörn og hatur og ofbeldi. Eins og ég sagði, morð, jafnvel,
hvað að gerast með fólk sem að fremur morð til dæmis? Það má spyrja sig að því. Það má gera það. Hann sem sagt starfaði á þessu geðsjúkrahúsi og náði árangri með sjúklingana sína, meira en margur hafði gert. Þannig að hann var rekinn. Ég veit ekki hvort að Big Pharma stýrði þarna eins og annars staðar, en hann var allavega rekinn og fór þá að vinna ég held að það hafi verið stærsta fangelsi Bandaríkjanna með erfiðustu fangana og hættulegustu. Morðingja, fjöldamorðingja, svakalega ofbeldismenn og menn sem voru flokkaðir með bara það sem myndi kallast kannski geðklofi, mjög alvarlegur og alls konar fíknisjúkdómar náttúrulega. Og hann komst að því að hann gat hjálpað þeim með því að hlusta á það og með því að taka eftir að þetta voru ekki alltaf þeir, það var eitthvað komið inn, það var eitthvað sem stýrði. Og An amazing journey into the psychotic mind, breaking the spell of the ivory tower, Jerry Masensky. Ég mæli með þessari bók. Hann er rosalega góður og hann gat hjálpað alveg mjög, mjög mörgum. Síðan er þessi Spirit Releasement Therapy eftir William J. Baldwin. Þetta er líka þekktur sálfræðingur. Hann er nú látinn núna. Þannig og dáleiðari. Þannig að þetta er fullt á svona efni og eftir góða fræðimenn og konur sem að líta öðruvísi á þetta heldur en geðlæknisfræðin gerir í dag eða okkar heilbrigðiskerfi. En þetta er náttúrulega bannað að tala um þetta bara í Háskóla Íslands eða á akademískum völlum. Það bara má ekki tala um þetta. En þetta er það sem virkilega hjálpar fólki. Og við í Vesturlöndum, við erum svo hrokafull. Við viljum bara meina að ekkert lægi nema pillur, jú, að vakna snemma og fara í ræktina og eitthvað svona. En það eina ástæðan sé vegna þess að það sé einhver hormónatruflun í heilanum sem valdi þessum sjúkdómum. Það er bara ekkert rétt. Hormónatruflun verður jú svo í framhaldi mjög væntanlega. Og auðvitað er þetta tengt líka ristlinum, göddunum, af því að þar verður mesta serótónínframleiðslan sem að gefur okkur vellíðan. Hún er miklu meiri þar heldur en í heilanum. Það er svona þurfa að hafa heilbrigðan ristil, heilbrigða gagnir og borða svona þokkalega hollt. En gefum þessu gaum. Hvað með öll þessi andasmál? Af hverju var allt í einu á ákveðnu tímapunkti þegar Rockefeller tók yfir, eða Rockefeller, eða hvernig sem þetta er borið fram, tók yfir heilbrigðiskerfið í Vesturlanda. Allt svona, alla pælingar, náttúrufræði og öll tenging okkar við umhverfið, náttúruna, andasem var bara klippt á það. Og allar kallaði bara nornir og snákaolíur og bla bla bla. Og bara gert svona. Það verða örugglega ekki margir hrifnir af því sem ég er að segja hérna, en ég starfaði nú sjálf 7 ára á geðsviði og ég bara fór að læra ýmislegt þar, bara með því að vera þar á gólfinu með fólki og skoða hvað var að gerast og fara svo að læra og stúdera og með opinn huga. Hvernig væri við opnum hugan og þorðum að ræða þessi mál? Það er ekkert púkalegt, það er ekki barnalegt, það er gáfulegt. Ok, ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni og róum okkur nú aftur niður. Ekki það að þið þurfum að róa ykkur. En kannski eftir svona skrýtna umræðu hérna hjá mér. Verið þið blessa sinni og munið að brosa til náungans og í speilin. Og ekki hlusta á bullið, ég er ekki nógu góð. Þú ert það.